Komið sæl, í dag hefur verið frekar hæg vestlæg átt á öllu landinu. Það verður vætusamt eða súldarlegt á sunnan og vestanverðu landinu hér. Sjáum hér hvernig þessi bakki hefur komið inn. En fyrir norðan og fyrir austan þá er búið að vera þurrt og bara þó nokkuð bjart. Hæstu hitatölur voru á Suðausturlandi á Kirkjubæjarklaustri eða rúmlega 10 stig. En ef við skoðum hvað það er sem er að stjórna veðrinu hjá okkur, þá er það þessi víðáttumikla hæð hér suður á okkur. Hún er að blása vestlægum vindum og það eru nokkuð rakur loftmassi í þessu. Sjáum hér þessi súldarbakki, hann ætlar síðan að fjarlægast okkur, en það kemur síðan nýr úrkomubakki í fyrramálið úr vestri og fer yfir allt landið. Á eftir honum þá kemur suðvestanátt og mun úrkomu minni en heldur hvassari vindur á mánudaginn, en á hitasvæðinu þá eru svona heilt yfir litla breytingar til morguns, en síðan á mánudaginn þá hlýnar frekar hjá okkur. Við sjáum hér að þetta er svona aðeins hlýra loft sem er að koma yfir okkur. Síðan þegar við komum aðeins fram í vikuna þá snýst aftur í norðlægar áttir hjá okkur og þá kólnar aftur. En ef við skoðum hér í kvöld, þennan hægur vindur víða land, súldarbakkin hann er að hverfa hér til suðausturs, úrkomu lítið í nótt á öllu landinu. Það er svona heldur áfram að vera nokkuð bjart hér norðaustan til og útlit fyrir að verði næturfrost þar, en hér sjáum við síðan í fyrramáli glitta í næsta úrkomubakka. Hér eru hitatölurnar alveg upp undir 9 stig hér með suðurströndinni og svona komnar yfir núllið hér fyrir norðan, en það er áfram svona frekar breytilega átt hjá okkur. Síðan kemur hér þessi bakki yfir landið í fyrramálið og verður yfir öllu vestanverðu landinu seinnipartinn á morgun. Það er farið að þykkna almennilega upp hér fyrir austan en ennþá þurrt og við sjáum hér að hitatöluna þetta er ekkert rosalega langt frá því sem þetta var í dag. En þetta er svona suðlægt 3-8 metrar á sekundi í þessu. Sjáum síðan hvernig bakkinn fer yfir austanvert landið og þetta er annað kvöld, þá er alveg úrkoma all land og næstu nótt. Síðan fyrripart mánudags þá er þessi bakki að hreinsast út af Austurlandi. Smávegis væta hér á vestanverðu landinu. Við sjáum hér að vindurinn, þetta er orðið suðvestan og vestan 8-13 metrar á sekundu í þessu og þetta verður úrkomu minna að minnstakosti og svo þegar líður á kvöldi þá ætti að stytta svona að mestu leyti upp hjá okkur. Hitatölurnar, eins og sagði, þær eru á uppleið og við á svona 5-10, 11, jafnvel 12 stig að sjá, en síðan á þriðjudaginn snýst yfir í norðlæga átt og þá kólnar hér fyrir norðan. Þetta ætti að vera rigning, kannski slitta í þessu, en síðan þegar kemur fram á nóttina geta breyst yfir í snjókomu eða él og byrjar dagurinn með smá éljum hér á miðvikudaginn norðaustan til, en síðan þegar líður á daginn þá kemur úrkomubakki úr vestri inn á vestanvert landið og styttur upp hér norðaustan til. En hér í Evrópu er þessi leið sem er búin að stjórna hjá okkur hér allavega allra austast síðustu daga. Hún er að færa þessi köldu skil og við sjáum hér hvernig Noregur er í áberandi kaldara lofti á morgun heldur en önnur lönd í Skandinavíu. Þessi köldu skil, það fylgir þeim skúraveður í Noregi. Þau ætla síðan að færa sig alveg til austurs og fara hitatölu lækkandi á þeim slóðum nú næstu dagana. Það er úrkomusamt þrumuveður hér í Frakklandi og alveg Ítalíu, en svona stöku skúrir hér suðaustan til, en það er ekki hægt að segja sama hér suðvestan til á Íberíuskaga, þá Spánn og Portúgal. Þá sjá að hitatölunar eru lækkandi þar og það er alveg myljandi skúrir bara allt landið. En það er litla breytingar frá því sem verður í dag á Kanaríeyjum. Þetta er svona 17-20 stig og útlit fyrir einhverja skúri. Það er gríðarlegur óstöðuleiki hér í Suðurríkjunum, í Bandaríkjunum og alveg þó nokkur þrumuveður og útlit fyrir mikla úrkomu þar. Önnur lagið sem er hér allra austast í Kanada og þó nokkur hlýtt áfram í suðvestur hlutanum. En hjá okkur á morgun það er suðlæg áttur í til 8 metrar á sekundu. Það er rigning allt land, fyrst vestanvert landið og seinnipartið annað kvöld líka fyrir austan. Hitatölur heldur óbreytt en hlýnar síðan á mánudaginn.
segjum þetta gott í bili, takk ykkur fyrir og verið sæl.